Ja, Sandra, áður en við förum yfir í Portugal spurningarnar. Þú ert komin yfir í Val og bara í skíunum með það. Já, ég er bara mjög sátt við að hafa tekið ákvörðun og þetta gekk allt saman í gegn. Þannig að já, ég er bara sátt í dag. Það hefur verið svolítið mikið verið að fókusa á krónutöluna sem að Valsmenn sagðir hafa borgað fyrir. Er það eitthvað að trufla þetta? Nei, ég pæli ekkert í því. Ég hugsaði bara að komast, það myndi leysast og ég geti fyrir að spila fótbolta aftur. Og það er nú ágætis liðstyrkur sem að Valur er að fá. Þú ert ekki að fara í eitthvað slórri lið. Var verið að svona sanka svolítið liðið? Var svolítið mikið stemming fyrir því að fara í Val? Já, eftir að ég tek ákvörðun að vilja fara, að þá kemur þetta upp og það mér líst bara vel á það. Þannig ég líst vel á þetta. Ja, vindum okkur yfir til Portugal, Algarve mótið. Þetta mót er skemmtilegur svona punktur fyrir kuldahrjáða Íslendinga að fá að koma hérna í örlítið betra veður og fínar aðstæður. Já, góður. Þetta er svona svolítið gulrót á veturnar að bíða eftir þessu móti og hjálpar alveg rosa mikið, andlega og bara líkamlega líka, að koma á gras og svona topp aðstæður. Þannig að fínt að rífa sig frá slorinu heima. Hvað ertu búin að koma oft á Algarve móti? Ég er ekki alveg klár á því. Þetta er eitthvað voða svona slitrótt. Það fór einhvern tímann svo kom eitthvað bil þar sem ég var ekki. Nú er ég heldur búin að fara þrisvar í röð allavega. En svo ég er ekki alveg viss, sko. Freyr sagði á blaðamannafundi áður en lagt var á stað til Portugal að hann átti þann draum heitastan að auðvitað komast í úrslitaleikinn og mæta þar Brasilíu. Er það eitthvað svona sem maður gæti kitlað að mæta Brasilíu konum í úrslitaleik? Auðvitað. Það eru náttúrulega bara topplið og alltaf gaman að spila á móti svona bara geggjum andstæðingum, sko. Og svo þekkjum við náttúrulega aðeins til og vorum með 2 í Stjörnunni í sumar, sko. Þannig að það er bara spennandi. En ef ekki samt að byrjaði að vinna Dani og Belga og þau lið sem eru með okkar riðli? Jú, við bara einn dagur í einu og þurfum að byrja á fyrsta leik á móti Belgum. Þannig að ef það gengur vel þá bara tökum við næsta skref.